Komið sæl. Ég hafa sem sagt haft samband við mig fljótlega eftir ég var skipaður í þetta embætti að það væri vel við hæfi að ég kæmi fram á Hrafnaþinginu á þessari vorönn og fjallaði svona eitthvað af mínum fyrri störfum hjá Náttúrustofu Norðausturlands. Þar starfaði ég í 17 ára áður en ég kom hingað og vann auðvitað í ýmsum rannsóknum en svona mér fannst kannski tilhlýðilegt að fjalla aðeins þessar bjargfuglarannsóknir sem ég hef komið að núna í allmörg ár og hef verið svo heppinn að fá að þróa svolítið áfram frá því sem var ásamt góðum hópi fólks. Ég ætlaði svona að fjalla aðeins það hér í dag í þessu erindi sem ég var svo skáldlegur að kalla staðið við gluggann, staða og þróun bjargfuglarannsókna á Íslandi. Ég svona hugsaði mér lengi hvaða titill þetta vera en svo fór ég með tilvísun í texta og lag Bubba Morthens, staðið við gluggann. Ákvað að kalla erindi það vegna þess að það að vera að fylgjast með bjargfuglum á föstum sniðum allt í kringum landið. Það svolítið eins og maður standi við glugga og horfi inn í vistkerfi sjávar af því að staða þessara stofna hún endurspeglar það vistkerfi og þannig má eiginlega líkja því við það að maður sé svolítið að horfa á ástand vistkerfi sjávar þegar maður er að fylgjast með þessum bjargfuglum. Nú, ef við förum svona aðeins í bakgrunninn að þá hefur sjófuglum svona almennt þá fækkaði þeim, það var langtíma fækkun sem sagt til 1900 í Norður-Atlantshafi. Það var fyrst og fremst kannski vegna ofveiði. En svo á 20. öld og það var almenn fjölgun, minnkandi nýting og fiskveiðar og vinnsla sem hafði margvísleg jákvæð áhrif á marga sjófugla og svo þetta voru sjófuglar friðaðir í auknum mæli. Nú frá aldamótum 2000 og þá hefur verið nokkuð útbreidd fækkun og það hafa margar skýringar verið nefndar í því sambandi og meðal annars breytingar á hafstraumum og hlýnun sjávar og margs konar samspil við fisk- og hvalveiðar, mengun, fuglaveiðar svo eitthvað sé nefnt. Það hefur ýmislegt verið nefnt til sögunar. Nú, aðeins þá að þessu sem við köllum bjargfugla, það eru sjófuglar og í þessu tilfelli sem ég ætla að fjalla hér í dag, þá eru þetta rita, fíllrita, álka, langvíja og stuttnefja. Og svona ef við förum aðeins þá í stofnfræðina að þá ræðst heildarstofn þessara tegunda, hann ræðst að viðkoma dauðsföllum og útbreiðslan, dreifingin ræðst að viðkomu og tilflutningi. Og viðkoman ræðst að mestu af ástandi á varpstað, það er að mestu leyti þá vegna fæðu og líka í einhverjum tilfellum vegna ástands móður og það svona hefur verið að koma betur og betur í ljós með rannsóknum svona síðustu ár þessi áhrif, hvernig ástand fugla að vori, hvernig það getur haft áhrif á viðkomu og afkomu þeirra. Nú, sjófuglar og bjargfuglar þar á meðal eru jafnaði langlífir fuglar með háa lífslíkur. Og þegar kemur á vöktun þá er mikilvægt að afla stofnvísitalna með reglubundnum hætti og upplýsingum stofnstærð og mæla viðkomu, varparangur og lífslíkur á landsvísu. Og þessi fuglar þeir lifa tvöföldu lífi, þeir koma á fastalandi til þess að verpa og ala upp ungana í
á öruggum stað til að vera á, eins og hljómaði í auglýsingu Brimborgar árið. Og svo þess utan og stærstan tíma ársins að þá dvelja þeir á sjó og eru þar ýmist þessar tegundir ýmist kafarar eða yfirborðssætur og endurspegla þar með ekki endilega sömu hluti. Það sem sagt mikilvægt þegar að kemur að því að vakta þessa fugla að afla upplýsinga vistfræði þeirra árið kring. Nú af hverju ættum við að vera standa í þessu að rannsaka bjargfugla og fylgjast með þeim og vakta þá? Það vegna þess eins og ég hef áður komið að þá endurspegla þeir ástand vistkerfis sjávar nokkuð vel og þeir eru góðir og hagkvæmir umhverfisvísar. Það tiltölulega auðvelt að telja þá þó séu margir, þá auðveldara að telja fugla heldur en margt annað, það sem maður sér ekki eins og fiska í sjó eða annað slíkt. Og þetta tengist auðvitað líka atvinnuvegi þjóðarinnar, sjávarútveginum, þannig að það eru sameiginlegir hagsmunir. Og Ísland ber mikla alþjóðlega ábyrgð þegar kemur að sjófuglum og bjargfuglum. Og þeir eru einkennisfuglar Íslands, þetta eru stóri stofnar, 75% íslenskar fuglar eru sjófuglar. Og fíll og langvíja sem dæmi eru meðal stærstu fuglastofna landsins og hátt hlutfall af verpur hér á landi í Norður-Atlantshafi. Og hér heimili yfir helmings álkustofns heimsins til að mynda. Þetta eru stóri stofnar og við berum mikla ábyrgð á þeirra afkomu. Nú, frumkvöðull í þessum rannsóknum sem að ég kom svo að á síðari stigum, að það var hann Arnþór Garðarsson, prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Og hann fetaði í fótspor Þorsteins Einarssonar sem hafði byrjað að telja í björgum kringum landið upp úr miðbiki síðustu aldar. Og Arnþór stóð fyrir könnun bjargfugla á landsvísu á árunum 1983 til 86, þar sem að útbreiðsla og fjöldi flestra bjargfuglategunda var metin. Og hann þróaði í þessari könnun aðferðir, meðal annars með því að fljúga yfir og framhjá þessum björgum, stóru fuglabjörgum okkar og útbúa og koma á fót sniðum sem hafa síðan verið talin aftur og þróa myndatöku í björgunum. Og eins það hvenær hentugast væri að telja fugla og hvernig ætti að taka hlutföll og annað aðferðafræðilegt. Það þróaði hann í þessari fyrstu úttekt og í kjölfar hennar. Og áherslan var á að þetta yrði endurtakanlegt. Og Arnþór hóf að vakta bjargfugla reglulega á 5 ára fresti í Krýsuvíkurbjargi og Skoruvíkurbjargi á Langanesi í framhaldinu og kom upp föstum sniðum á þessum 2 stöðum. Nú, þegar að kom fram undir aldamót og upp úr því að þá höfðu orðið mikla breytingar og Arnþór sá að það var mikið að gerast og það væri æskilegt að auka þessa tíðni á þessum reglulegu mælingum og upp úr því tók Náttúrustofa Norðausturlands við keflinu í Skoruvíkurbjargi og fór að telja á ársfresti frá og með 2006. Og Arnþór stóð einnig fyrir endurtekinni landskönnun á árunum 2005 til 2009 í samstarfi við Guðmund A. Guðmundsson og Kristján Liljendal. Og sú könnun var samanburður við fyrri könnun og í kjölfarið og samhliða var föstum sniðum komið upp í fleiri björgum samhliða. Og þarna urðu líka tæknibreytingar sem voru innleiddar, meðal annars var myndatak orðin stafræn og annað slíkt. Og svo kláraði Arnþór mat á
stofnstærð fíls á Íslandi árunum 2013-15, einnig í samstarfi við Guðmund og Kristján. Þannig að þá var hann svona búinn að taka fyrir þessar tegundir sem ég fjallaði þessar bjargfugla og meta stofnstærð þeirra. Og helstu niðurstöðurnar úr þessum könnunum og úr þeirri síðari var svo að þróun bjargfuglastofna, hún var fremur neikvæð. Það hefði öllum tegundum fækkað mismikið. Stuttnefju hafði fækkað 44%, languði 39% og álku hafði fækkað minnst af svartfuglunum og var svo fækkun ekki marktæk, en það var hins vegar, eins og við sjáum á þessum kortum hérna sem að birtust í grein eftir þá félaga í Blika, að þá var fækkunin misjöfn milli landsvæða og sjófuglabyggða og eins og þið sjáum varðandi til dæmis stuttnefjuna að þá var fækkunin nokkuð útbreidd, en eins og hjá álkunni að þá var fjölgun á sumum stöðum, fækkun á öðrum, þannig að það svona leit út fyrir að til dæmis Grímsey hefði svona tekið við hlutverki Látrabjargs að einhverju leyti sem eitt af mikilvægustu álkuvörpum í heimi, þannig að með Látrabjargi. Þannig að það urðu talsverðar breytingar en þær voru ekki marktækar á heildina litið. Ég sjáu að þetta svona aðeins misjafnt eftir svæðum og languði ýmist fjölgaði eða fækkaði. Nú í kjölfarið að þá, eins og ég sagði, að þá byrjaði Náttúrustofan og Austurlands að telja árlega á Langanesi 2006 og eftir að Arnþór hafði sett upp þessi mælisnið og föstu snið í björgum víðar landið, að þá hófu náttúrustofur og komu náttúrustofur að því að telja í fuglabjörgum árið 2009 fyrst. Og þetta voru þá eins konar veðurmælingar. Þetta voru árlega talningar á föstum sniðum þetta þróaðist upp í það að verða 19 byggðir, segi ég. Og þarna eru mældar sem sagt stofnvísitölur. Það er myndað í björgunum, sniðin á hverju ári, sama hætti. Og það eru hlutföll tegunda mæld á staðnum og síðan er talið af myndum í tölvu eftir á. Aðferðafræðin svo sama og það er talið á bilinu 20. júní til 10. júlí. Og þegar að náttúrustofurnar tóku við þessu líka, þá var byrjað að telja líka rituunga á þessum sniðum sums staðar, ekki alls staðar. Og síðar að þá var byrjað að telja fílsunga líka og þeir voru taldir í lok ágúst, þannig að þetta er ekki allt talið á. Það er svona misjafnt eftir tegundum hvenær talið er. En eins og við sjáum að þessari yfirlitsmynd byggðirnar og hvar talið er, að þá er þetta svona nokkurn veginn kringum landið. Og að þessu koma nokkra náttúrustofur og háskólasetri á Snæfellsnesi einnig. Nú eins og ég minntist á í innganginum áðan að þá eru þessi föstu snið, gluggar að vistkerfi sjávar, svo má segja. Og ég veit ekki hvort það sjáist, það ætti nú að sjást þokkalega vel hérna munurinn til dæmis hann er sjáanlegur á þessum myndum sem við erum að taka. Hvernig fuglum hefur til að mynda fækkað, þessi mynd er tekin í Skorugubjörgi á Langanesi. Það ætti að vera að sjá nokkuð auðvelt að sjá hversu mikið færra er á fuglum hérna á síðari myndinni sem tekin er 2014. Þessi hérna er tekin árið 1994.
og þetta fer svolítið þannig fram að menn sitja eða standa og horfa í gegnum þennan glugga út á björgunum. Síðan þróaðist þessar talningar þróaðist svo áfram og fyrir nokkrum árum var bætt inn í þessa vöktun á myndavélum sem að byggja á því að þær taka myndir á klukkustunda fresti árið kring. Þeim að komið upp á 5 stöðum eða í 5 fuglabjörgum, í Elliðaey í Vestmannaeyjum, Látrabjargi, Hælavíkurbjargi, Grímsey og í Skúrvíkurbjargi. Og núna í ár verða settar upp 3 vélar í viðbót og verður þeim komið fyrir og nú þegar búið að koma fyrir í Grímsey, annarri vél og hinar 2 verða settar upp í Hælavíkurbjargi og Látrabjargi. Og hugmyndin með því sú að tryggja gagnasöfnun á þessum mikilvægu stöðum því að þessar byggðir þær eru mjög mikilvægar fyrir þessa stofna. Nú upplýsingar sem koma úr þessum vélum að þær gera það mögulegt að geta fengið alls konar upplýsingar en megin markmiðið með uppsetningu þeirra var það að mæla varpaárangur. Hann hafði aldrei verið mældur hjá svartfuglunum og þar eru við þá fyrst og fremst að tala langvíu og stuttnefi. Álkan miklu erfiðari, hún verpir inn í skorum og þessi tækni endar ekki fyrir hana. En tæknin hendar vel fyrir bæði langvíu og stuttnefi. En leið þá mældur varpaárangur hjá ritu og fíl sem inn á þeim sniðum sem við veljum fyrir myndatökurnar. Hér sjáum við myndavél í Hælavíkurbjargi, þetta Langikambur hér sem einn af vöktunarstöðunum okkar. Og það sem við fáum út úr þessu auk varpaárangsins meðal annars komutími í björgin, hvenær fuglarnir koma fyrst af vetrinum eða vorinu og hvenær varpið hefst, viðveru í björgunum, dægursveiflur og daglegur fjöldi fugla. Það hægt að nýta þessa tækni til þess að meta áhrif eggjatöku. Við erum til dæmis með eitt snið hjá okkur þannig að það eru tekin egg reglulega á helmingi sniðsins en á hinum helmingnum ekki tekin egg þannig að það hægt að bera það saman. Og einnig geta þessar myndir gefið okkur upplýsingar áhrif einstakra atburða eins og til dæmis óveðurs og við höfum séð það til dæmis í hvernig það getur haft áhrif á varpaárangur fuglana, bara einstakir atburðir eins og óveður í 1 til 2 daga. Þannig að þessar myndavélar hafa reynst algjör bylting í þessum rannsóknum. Hér sjáum við kannski aðeins hvernig þetta fer fram. Þetta eru myndavélar og þær eru með sólarsellu og þær ganga sjálfar allt árið og taka myndirnar og úrvinnslan fer fram í myndvinnsluforritum sem að þjappa mjög mörgum myndum saman þannig að það hægt að sjá hvaða fuglar eru í rauninni á eggjum og hverjir ekki, eggjum með ungum. Og þá filterast út, eins og þið sjáum að þessari samsettu mynd, filterast út til fuglar sem eru að koma og fara og eru ekki liggja ekki á eggi eða unga. Það gerur okkur kleift að fylgjast með þessu í gegnum varptímabilið. Nú þá aðeins kannski að niðurstöðum. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í niðurstöður í gegnum hverja einustu tegund, það myndi taka allt og langan tíma, en ég ætla að gefa ykkur dæmi og vegna þess að stuttnefi þessu tegund sem hefur fækkað stöðuvasta af þeim, þá ætla ég að gefa það dæmi hér. Og við fáum út úr sniðtalningunum, þá fáum við svona fínar línur yfir þróunina, hvernig hún
Eins og þið sjáu hérna í Skóruvíkurbjargi þá eru nokkuð jöfn niður á við. Mismunandi litur og kannski erfitt að greina á þessum myndum en þetta er aðeins misjafnt eftir byggðum. Og ef þið sjáuð þessa töflu þar sem hann bara tekið saman og sett upp í svona litakóða, þá eru það byggðirnar svona í jaðri útbreiðslu stuttnefi hér á landi sem eiga hvað erfiðast þessar mundir, og það eru til dæmis eins og Skóruvíkurbjörg og svo Snæfellsnesið og Reykjanesið sem að fækkunin hefur orðið hvað mest, en það er stöður í stóru björgunum fyrir vestan núna. Og við tókum saman nýverið hvort að þessi fækkun og fjölgun var í marktæk í þessum byggðum. Og þá kom í ljós að fækkunin er marktæk hérna í jöðrunum, en svo aukning sem hefur orðið hérna á aðal svæðunum, svo má segja, hún er ekki marktæk, en bendir til þess að það sé allavega ekki í gangi ennþá svona neikvæð þróun þar. Og hér sjáum við svona niðurstöðurnar fyrir stuttnefi varpárangurinn, hvernig hann hefur verið. Og það er kannski styst að segja frá því að í samanburði við byggðir í kringum okkur í Norður-Atlantshafi þá er varpárangur stuttnefi mjög góður hér. Þannig að þær eru að koma upp þetta 0,67 og upp undir 0,8 ungum per par sem að verpir. Hann er óvíða betri varpárangur, þannig að það er ekki kannski hægt að leita skýringan á þessari neikvæðu þróun endilega þar. Það beinir okkur í þá átt. Svo sjáum við hérna til dæmis hvernig við fáum upplýsingar tímasetningu varpsins, og það er misjafnt milli byggða, og almennt eru vörpin á Vestfjörðum seinni heldur en hérna annars staðar. Og sjáum við hvernig það þróast hérna frá Skóruvíkurbjargi, Grímsey, Haglækubjörg í tíma, og eins hérna milli ára, hvernig það breytist. Við getum þessar myndavélar gera okkur kleift að fylgjast með þessu til lengri og skemmri tíma. Og við fáum líka upplýsingar eins og ég minntist á áðan daglegan fjölda í björgunum. Við sjáum að hann er nokkuð stöðugur á meðaltali svona yfir varptíman. Þetta er frá júní til 10. júlí. Sjáum að það byrjar að fækka hér í byrjun júlí, þá fara ungar að yfirgefa björgin. Og svo fáum við þessa dægursveiflur líka, getum fengið upplýsingar um þær. Og það nýtist auðvitað vel þegar við verið að meta fjölda í björgunum, hvernig þetta breytist og miðað við á hvaða tíma talið er, annað slíkt. Varðandi komutímana þá sjáum við hér dæmi komutíma, það er við getum ekki greint endilega fuglana þegar þeir mæta hvort þetta eru stuttnefur eða langguðir, en yfirleitt er þetta nú langguðir svona eftir því sem okkur sýnist, sem koma fyrst. Við sjáum við að það er aðeins breytilegt milli ára og eins milli byggða, hvernig það gerist. Og svo höfum við unnið mikið í rannsóknum á þessum fuglum utan varptímans, og það byggir á notkun dægurrita svokallara eða geolokators sem að mæla ljósmagn og seltu. Og rannsóknir á þessu hófust fyrst árið 2009, og í dag erum við búin að setja út tæplega 400 dægurrita eða merkja 400 fugla með þessum dægurritum, og mest í alþjóðlegu rannsóknarverkefni sem að kallast SeaTrack, og við höfum verið að vinna í björgunum fyrir norðanland alveg frá Langanesi og til Látrabjargs. Og þetta er, sjáum við hér niðurstöður úr grein, þetta er samantekt á gögnum hérna frá Náttúrufræðistofnun Íslands endurheimtur á merktum fuglum. Þetta er rannsókn sem við unnum fyrir nokkrum árum
á íslensku, bara hér á Íslandi, merktum fugla á Langanesi, Grímsey og Látrabjargi og bárum það saman við þetta sem var þekkt útbreiðslu tegundana. Stuttnefju endurheimturnar dreifðust hérna vestur. Langvíu endurheimtur voru flestar við Ísland að vetri, en álku endurheimtur dreifðust hérna yfir í Norðursjó og í Færeyjum talsvert þær. Og niðurstöður úr þessum dægurritum gáfu okkur svona miklu betri upplausn í þetta, hvar fuglarnir héldu sig, ekki bara hvar þeir fundust dauðir, en endurspegluðu að mörgu leyti ekkert ólíka mynd, nema hvað við fengum meiri upplýsingar dreifingu fuglana til að mynda á hausti, sem að ferði sig frá Grímsey og Langanesi hérna norður í átt að Grænlandi, austanverðu Grænlandi. En allir fuglarnir til að mynda úr Látrabjargi fóru vestur fyrir Grænland. Og svo þegar leið á veturinn þá fóru fuglar í meira mæli vestur fyrir Grænland, en einhverjir héldu til við norðurströnd Íslands. Og þegar voru bornar saman fjallaðirnar frá varpstað, þá eins og þið sjáum á þessu myndum, þá kemur þetta nokkuð skýrt fram hvernig munurinn á milli þessara 3 tegunda er. Álkan var sú sem var langmest hér við Ísland. Langvían fór hérna aðeins lengra og stuttnefjan var sú sem fór lengst. Í annarri grein, og við höfum þessar niðurstöður og þessi gögn, þau hafa verið notuð í alþjóðlegu samstarfi og við höfum verið dugleg við það að vinna með öðrum og leggja í púkkið í rannsóknum sem tengjast þessum tegundum í Norður-Atlantshafi. Og árið 2016 kom út grein sem bar saman útbreiðslu stuttnefju í Norður-Atlantshafi frá fleiri löndum. Og það kom í ljós að þeir stofnar sem eru fyrst og fremst hafa verið að minnka, þeir halda sig við Grænland og Ísland, en það eru stuttnefjur sem eru stöðugri, þeir stofnar, þeir eru við Kanada. Við sjáum að íslensku stuttnefjurnar eru mest nyrstu við vesturströnd Grænlands. Það skiptist og síðan koma Svalbarðastuttnefjurnar þar aðeins sunnar og svo hér við Ísland á vetrinum. Og sambærilegt með rituna, við tókum þátt í verkefni árið 2009 þegar við byrjuðum að merkja ritur í Hafnarhólma í Borgarfirði Eystri, að það kom í ljós að þær fóru og héldu sig við Nýfundnaland, út af Nýfundnalandsgrunnni yfir veturinn, og þangað söfnuðust ritur mjög víða að og Norður-Atlantshafi, og kom í ljós að þetta er mjög mikilvægt svæði fyrir þessa tegund og reyndar miklu fleiri tegundir. Og þið sjáið hérna á þessum kökuritum hér fyrir neðan, rauði liturinn táknar þessar íslensku, og þið sjáið að það er býsna hátt hlutfall af fuglunum sem eru þarna eru íslenskir. Svo til þess að minna á SeaTrack-verkefni, þar er hægt að fara inn á vefsjá, sem er hægt að sjá niðurstöðurnar alla saman úr því verkefni og skoða dreifingu mismunandi tegunda á mismunandi tímum. Og þetta dæmi sem ég tók hér skjáskot af er á stuttnefjunni sem við höfum merkt í gegnum þessi ár. Og frá 3 byggðum, Langanesi, Grímsey og Látrabjargi. Við höfum tekið þátt í miklu fleiri verkefnum og það er mikið að gerast í því núna. Það er að koma út greinar alveg á færibandi í tengslum við þessar rannsóknir á því hvert fuglarnir fara og hvernig þeir dreifast. Hér er nýleg, bara glæný rannsókn sem var að birtast í Global Change Biology það hver áætluð áhrif loftslagsbreytinga geta orðið, meðal annars á stuttnefju. Og sjáum að útbreiðslusvæði hennar mun breytast talsvert mikið ef ekkert verður aðgert, en ef við náum markmiðum Parísarsamkomulagsins þá er hægt að hafa talsverð áhrif á þessa útbreiðslu breytingu. Það mun nægja til þess. Við höfum líka verið að setja GPS á fugla til þess að afla upplýsinga
svæðanotkun þessara tegunda á varptíma. Hér sjáum við glaðhlakkalega samstarfsmenn mína, Snæþór Aðsteinsson og Jan Kolbeinsson, og ekki eins glaðhlakkalega stuttnefið með svona GPS gagnarita límdan við bakfjaðrirnar. En með þessu hægt að afla upplýsinga sem sagt, hvernig þessi fuglar nýta sér og hvaða svæði þeir nýta yfir varptímann og hvaða svæði þá eru þeir mjög mikilvæg á þeim tíma. Gefa þetta talsvert meiri upplausn heldur en dagritarnir. Og samhliða þessum rannsóknum þá höfum við tekið þátt í verkefni sem að nefnist Artox, sem að miðar að því til dæmis að mæla mengun og magn kvikasilfurs á heimskautasvæðum. Og við notum fuglana sem í rauninni þessi sýnatökutæki. Fjaðrir fuglana vaxa á mismunandi tímum og með því að tengja þetta við staðsetningu fuglana að þá hægt að sjá fyrir hversu mikil mengun á viðkomandi svæði. Þegar að fjaðrir vaxa þá seyta þeir kvikasilfri losa það út í fjaðrirnar. Þannig að þar sem að fjöðrin óx hún endurspeglar þá viðkomandi svæði. Þetta hægt að tengja saman og bera á milli svæða og annað slíkt. Og við sjáum að það mikill árstíðabreytileiki í magni kvikasilfurs. Það hægt að sjá það ef þið skoðið þessa til dæmis grein. Og það oft yfir viðmiðunarmörkum, þannig að það fyrir að hafa skaðlega áhrif á fuglana. Og það var talsverður munur á því hvar fuglarnir héldu sig, þannig að þeir fuglar sem héldu sig hér á til dæmis við Kanada og milli Grænlands og Kanada, þeir voru með miklu hærra magn kvikasilfurs heldur en þeir sem héldu sig til dæmis hérna í Barentshafinu. Þannig að svona hægt að nota fuglana og tengja við þessar rannsóknir til ýmissa hluta og sjá út miklu fleira heldur en bara hvar fuglarnir eru. Við gerum þetta með því að taka þessa fjaðrir og svo tökum við líka blóð og blóðið endurspeglar þá Ísland í rauninni. Sem fuglarnir eru. Nú það þá bara spurning framhaldið. Ég náttúrulega komin í þennan stól sem ég settist í núna áramótin og það verða einhverjir aðrir að taka við keflinu úr þessu. Og ég treysti þetta bara á það að þeir muni halda því áfram félaga mínu fyrir norðan og auðvitað mun ég þá styðja við það héðan frá Náttúrufræðistofnun að halda þessu áfram þessum rannsóknum því að ég tel það mjög mikilvægt og það þarf að halda áfram þessari árlegu vöktun. Það í mjög fínu fyrirkomulagi eins og þetta orðið í dag. Þetta stutt af Umhverfisstofnun, þetta fjármagnað með tekjum og sölu veiðikorta. Og svo þarf að halda utan þessar rannsóknir utan varptímans, halda því áfram í samstarfi við Sítrak. Og það þarf að gera nýtt stofnmat og það gaman að segja frá því að það á áætlun núna og það vinna sem Guðmundur A. Guðmundsson mun leiða hér frá Náttúrufræðistofnun að endurtaka talningar í björgunum líkt og Arthur hafði gert áður. Það kominn tíma á það að gera það aftur. Og það þarf að koma upp vöktun á lífslíkum líka. Það eitthvað sem vantar inn í þessa vöktun. Og efla rannsóknir á svæðanotkun á varptíma, en þar get ég líka sagt frá því að við erum í samstarfi í verkefni sem heitir Lomvía sem að snýra því að bera saman hvaða svæði langvíja og stuttnefa ná skyldar tegundir nýta sér yfir varptímann og eins það hvaða fæðu þær nýta sér á þeim tíma. Ég held að ég bara láti þessu lokið hér með. Ég held að sé nokkurn veginn á tímaáætlun. Takk fyrir mig. Þakka kærlega fyrir, mjög áhugavert og örugglega skemmtilegt að taka þátt í þessu verkefni.
Ég hvet ykkur, þeir sem eru þarna úti að hlusta, að senda okkur inn spurningar. Þú fórst þarna aðeins yfir framhaldið í lokin, Þorkell, en mig langar svo að spyrja þig hvað þykir þið brýnast að bæta við vöktum bjargfugla frá því sem að nú er? Spurt sem sagt hvað mér þykir brýnast að bæta við þá vöktun sem nú í gangi. Ég held að svarið við því sé að koma á fót merkingar átaki og fara að mæla lífslíkur fugla. Ég held að það sé í rauninni frekar áríðandi að gera það svo hægt sé að taka þessar upplýsingar sem búið að safna og hafa undirsvolítið upp á sig og setja til dæmis fram í stofnlíkunum fyrir þessar tegundir. Þannig að ég myndi segja að það væri kannski það sem væri brýnast að gera í dag, bæta við, halda þetta því áfram sem hefur verið gert, byggja ofan á það með þessu. Takk fyrir það. Það er ekki komnar neinar spurningar hérna til mín en að því að ég veit að það eru nokkrir í salnum hjá þér, starfsmenn Náttúrufræðistofnunar, eru þeir með einhverjar spurningar? Já, Kristinn, þú varst með spurningu, var það ekki? Já, það var kom fram hjá þér að það er nýtt stofnmatinn í Látrabjargi og Hælavík. Nei, ekki stofnmat, nei. Þorkell, þú mættir endurtaka kannski spurninguna, þannig að spurt var hvort það hefði verið gert nýtt stofnmat í Látrabjargi og Hælavíkurbjargi. En svarið við því er nei, það var ekki gert nýtt stofnmat en það var bara metin sem sagt svo þróun sem hefur komið fram í þessari árlegu vöktun og hvað það myndi þýða mjög óábyrgt reiknað yfir á þau björg. Þannig að það var ekki nýtt stofnmat eins og mun fara fram í sumar. Heildartalningi eða talningar á þeim sniðum sem hafa verið mynduð þar. Eru fleiri spurningar úr salnum? Eru fleiri spurningar úr sal? Rannveig? Það er spurt blöndun á stofnum að vetri til eins og til dæmis stuttnefju vestan við Grænland. Já, það er einhver blöndun en þó sjáum við að það skiptist líka að einhver leyti. Þannig að það er íslensku fuglarnir greinilega halda sér norðar heldur en til dæmis fuglarnir frá Svalbarða. Og þannig að það er alveg greinilega einhver blöndun. Og eins fara sumir íslensku fuglarnir fara alveg yfir til Nýfundnalands. Þangað þar sem að þá Nýfundnalandsfuglarnir halda sig og þeir grænlensku líka. Þannig að það er alveg blöndun en svona ákveðin samt einkenni á því hvert íslensku fuglarnir fara miðað við aðra. Ég er með eina spurningu frá Ester Ruth. Hún segir takk fyrir áhugavert erindi. Er mögulega hægt að fylgjast með mengunarefnum í sjófuglum jafnframt vöktuninni? Það er spurt það hvort að mögulega sé hægt að fylgjast með mengunarefnum í sjófuglum samhliða vöktuninni. Já, það er í rauninni hægt með því að veiða fuglana eins og við höfum verið að gera með þessa dægurrita að þá veiðum við fuglana á hverju ári og aftur sömu fugla með mikið til. Þannig að það er hægt að fylgjast með mengunarefnum með því að taka sýni úr fuglunum samhliða. Það er eitt sem að væri kannski og í rauninni að verða bara sjálfkrafa að gerast að þær rannsóknir eru svona að verða hluti bara af vöktuninni. Það er að segja að fylgjast með hvert fuglarnir að fara milli ára. Þannig að það, já, vissulega er hægt að gera það, fylgjast með og það erum við að gera með þessum sýnatökum sem við erum að
sem við erum að taka. Við erum að taka sýni reglulega bæði fjaðrir og blóð úr þessum fuglum til þess að mæla kvikasilfur. Takk fyrir það. Eru fleiri spurningar úr salnum? Eru fleiri spurningar úr sal? Rannveig? Ég samti við kvikasilfri, ég sá að það var náttúrulega munur á milli svæða, en ég sá líka munur á milli varptíma og utavarptíma. Ef ég skildi rétt, það var minna vatn á varptíma. Ég bara söðrunum eða hversu mikið þeir bara fleiri til að gæti eða. Spurt munin árstíðabreytileikan í magni kvikasilfurs sem að kom fram í rannsóknum á kvikasilfrinu. Því er til að svara að fuglarnir eru náttúrulega ekki á sama stað eins og til dæmis stuttnefan. Yfir varptímana þá eru þær bara í ákveðnum radíus frá þeim byggðum sem þær eru að verpa í. En yfir veturinn fara þær vestur og vestur fyrir Grænland. Þannig að þetta bendir þó til þess að það sé meira á kvikasilfri þar í umhverfinu heldur en hér við land. Það er það sem að þessi rannsókn svolítið sýnir fram á, að það er hærra magna kvikasilfri í þeim fuglum sem eru að fara þarna vestur heldur en þeir sem að halda sig austan megin í Atlantshafinu og í Barentshafinu til að mynda. Þannig að þetta bendir til þess, en svo getur þetta líka að einhverju leyti endurspegla mun á fæðu á þessum tveimur árstímum. Það eru ekki fleiri spurningar hérna hjá mér. Það er, ef einhver úr sal vill koma með lokaspurningu, þá er tími til þess. Ef einhver úr sal vill koma með lokaspurningu, þá er pláss fyrir eina, segir Marja. Að þegi allir hér. Ok, það eru reynda dottnar inn tvær hérna í viðbót. Nú. Það er ein hérna á ensku. How reliable do the time-lapse cameras run since they are relying on solar panels and other technology? Hversu áreiðanlegar eru þessar time-lapse kamerur? Þar sem þær treysta á sólar. Það er spurt áreiðanleika timelapse myndavélina og það er á ensku, þannig að ég verð að svara á ensku. The timelapse cameras are fairly reliable. We have had a very good experience with them. Of course, we have had some problems, but in general, they run very well on the solar panel, but they also have a specialized battery pack inside the house. So the solar panel recharges the battery pack and it can easily run for many years without a problem. Og þá er komið að lokaspurningunni. Hún er frá Ester Rut. Hver er líklegasti áhrifavaldurinn á varpárangur langvíu og stuttnefju? Fyrirgefðu, hver var líklegasti? Hver er líklegasti áhrifavaldurinn á varpárangur hjá langvíu og stuttnefju? Hver er líklegasti áhrifavaldurinn á varpárangur langvíu og stuttnefju? Það er stórt spurt. Við vitum það hreinlega ekki. En það sem við sjáum er að stuttnefju vegnar að jafnaði betur heldur en langvíu. Varpárangur langvíu er í jafnaði aðeins slakari heldur en hjá stuttnefjunum, en við vitum ekkert út af hverju það er, en það getur verið mismunandi fæða. Það þarf að skoða betur eins og ég benti á, en það getur líka verið hlutir eins og það hvernig það dreifast í björgunum. Það er miklu meiri samkeppni á syllum langvíjana heldur en á syllum stuttnefjuna. Stuttnefjurnar eru dreifðar bjargið, þannig að mögulega er einhver svoleiðis þéttleikabundin áhrif sem er að hafa áhrif líka, en við bara hreinlega vitum þetta ekki. Þá bara held ég að
Við látum þessu lokið. Það ekki fleiri spurningar hjá mér og klukkan er orðin 4. En ég vil þakka þér kærlega fyrir erindið, Þorkell, og ykkur hlustendum